Góðan daginn og velkomin í þátt númer 65 hérna á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er mánudagurinn 29. apríl og tæpar 2 vikur síðan við hittumst síðast. Þannig að hér er ýmislegt búið að vera að dunda sér. Það eru klár, verkivinnslu og döfinni og pókin, kvadrantpokan og allt þetta hefðbundna, blaðrið og það allt saman. Mundi eftir einu hérna, þannig að eins og að skrifa þetta niður. Það er svona snemma morgun sem leggur allt mjög hratt út skál í kaffi. Nú, það er bara best að vinda sér í hlutina. Ég er í fyrsta klárinu. Þetta var svona mjög fljótgert verkefni. Prjónað á grófa prjóna. Finna hérna upplýsingarnar það. Þetta er Dark Cloud peysan eftir hana Hóhi Locatelli. Ég kalla mína Light Cloud af því að það er hérna mjög ljóst í henni og hún er prjónuð í mínu tilfelli á prjóna 5,5 mm því að ég var ekki með hérna garni sem var gefið upp fyrir hana. Ég notaði West Yorkshire Spinnis, The Croft Shetland Tweed sem ég fekk í storkinum fljótlega eftir síðustu garngöngu. Æðislegt. Þegar það er búið að þvoða það bara gjörbreyttist það. Þetta er sem sagt hérna 100% Shetland Island Wool og það eru 166 metrar í 100 grömmunum og þetta er gefið fyrir prjóna 5 og flokkast sem aran grófleiki. Ég ætla að kíkja hvað, nei. Inn á síðuna og sjá hvað það gefið Woolfolk loft í hennar það er sérst á garninu sem ég notaði þá er á 10 cm sýnishorninu eða hérna grófleika horninu gefið upp 18 lykkjur og 24 umferðir en hjá henni er það 18 lykkjur og 34 umferðir á 10 cm. Ég ætla að finna hérna mynda þessari huggulegu konu. Þetta er sem sagt Dark Cloud þegar hún er í. Þetta er mjög viðeigandi við hérna litin hjá henni en mín er sem sagt svona ljós. Liturinn minn heitir Klósta 762. Hann er ekki alveg að fókusa. En eins og ég segi, þetta var bara mjög fljótgert. Þetta er svona poncho með ermum. Þannig að það er hérna svona gatt og ég veit að sumar hafa annarkvort bara tyllt í saman eða sett tölur en mér finnst þetta bara mjög þægilegt að hérna hafa alltaf svona og ég notaði í herligheitin 615 grömm minni mig og ég gerði medium af því ég fór upp sem sagt hérna prjónastærðina þá í staðan fyrir að undir venjulegum kringumstæðum hefði ég gert large ef ég væri með rétta prjónafestu og rétt gatt þá hefði ég væntanlega farið í large en fór í medium. Það er líka fínt að því að stelpan er að skreppa aðeins saman eftir 18 mánaða stera át þannig að það er bara fínt. Þannig já, mjög ánægð með þetta. Ég var viku að þessu
samhliða öðru. Þetta, þú veist, að því ég þurfti að gera svo fáar umferðir með að, sem sagt, já, með að við það sem gefið upp í þetta. Þannig að ef þið gróft gat svolítið sletta því og hafa ekki hugmynd hvað það að gera og vilja eitthvað svona einfalt, þá er þetta alveg kjörið. Þetta bara, já, mjög og skýra leiðbenningar og þetta svona eina af þessum uppskriftum sem maður þarf ekki að lesa strax frá upphafi til enda, heldur getur bara að lesa línu fyrir línu og þetta leiðir bara alveg í gegn. Þannig finnst mér það eigi að vera. Síðan kláraði ég eina húfu, Les Chess Move, sem að ég var að gera úr Onion garninu, sama og er svo vinsælt í móherinu. Ég veit að þetta er allavega selt í Hagkaup. Og já, ég notaði hvítan Onion Knit nr. 4 sem er Organic Wool and Nettles og það er lítur 801 og síðan notaði ég líka Organic nr. 6, nei, Onion Knit 10, hvað ég er nývögnu. Númer 6 sem er líka sama blanda og númerið þar er 622 og ég þurfti að bæta við gráa litin því ég kláraði hann er grófar en sér hvíti og ég Hagkaupir það ekki með þá típu, þannig ég fékk mér bara fínni típuna til þess að klára og það bara sést ekki, það er sami litur. Og svo gerði ég bara dúskur afgangnum af gráa og hvíta. Og ég er ekki búin að þvo húfuna og ætla ekkert að gera það. En ég er bara mjög ánægð með hana og ætla að fara að hafa þetta á mér í labbitúrunum og sjá hvernig þessar netlur virka. Af því ég er svolítið kuldaskræfa í eyrunum. Og uppskriftin eins og áður segir heitir Les Chess Move Hat by Reina K og er frí á Ravelry og ég mæli alveg með henni. Það mjög auðvelt að fara eftir henni og það er bara, það eru 2 tegundir af það er 1 tegund af útaukningu þar sem þú ert að auka út 2 lykkjur og 2 af þegar þú fækkar lykkjurnar. Þannig að þetta er mjög gott svona fyrir þann sem er að gera bríós er að fara úr bara einföldu bríós í útaukningarnar og fækkun á lykkjum. Og það er hægt að strika, haka við hverja umferð fyrir sig í gegnum allt. Nema það kemur einu svona endurtekning í restina og vissulega hægt að haka bara aftur í það. Þannig að það var mjög gaman að gera þessa og ánægð að vera búið með hana og geta að fara að nota hana. Dúskurinn er svolítið þungur en það er alltaf lægi því hann er svona pínu slátsí. Þannig að nú fór hárgreiðslan fyrir bí. Jæja, það var alltaf lægi. Síðan skellti ég í setthandunum Hilmi og það er nú kannski ástæðan fyrir að ég dreifi að vera með þetta podcast í að taka þetta vídeo upp í dag því að hann vantar þetta. Ég var búin að segja ykkur frá því daginn að ég gerði blæ á systur hans á sínum tíma sem að var bara notuð, þú veist, í frummyndir. Ég held hún hafi verið 3 til 6 mánaða stærðin frekar en ég fór að skoða það á Ravelry en þau eru bæði búin að vera að nota hann alveg núna hún þang til hún var eins og hann var að hætta að nota hana. Þannig að ég gerði stærri peysu á hann. Hann verður reyndar alveg týndur í henni núna fyrst sinn því hann er svo nettur, þessi elska. En mamman elskar bara sniðið og þægilegheitin við að koma þeim í og úr. Og svo gerði ég eldey húfu við en notaði sama munstur. Nei, það er ekki vekjari. Slökkum honum. Sama munstur og er í peysunni í staðan fyrir munstri sem ég gefið upp á húunni. En þetta laga húu er eins og bara sniðið fyrir hausinn á honum og helst á honum. Og hann á ekkert auðvelt með að rífa hann af því að hún hneppti undir.
ef hann með eitthvað bönd á skónum sínum eða húum þá það bara farið af leið. Hann þarf að fikta svo mikið í því og enda svo á því að náttúrulega rífa súr í öllu. Og svo gerði ég bara svona lítinn sætan kraga svona til þess að gæjast með fyrir hann í stíl. Og þetta allt Merino Extra Fine frá Drops. Við notum það bara mjög mikið hérna þessum bæ í barnafötin. Prjóna af 4 mm og 4,5 mm prjóna peysan. Ég hef ekki skrifað hjá mér. Ég notaði þess að hérna 0,5 svona ljósgráan í peysuna og í húfuna notuðum við líka Merino Extra Fine og það sama á við þar. Ég hef ekki sett númerið á garninu, það 37, óbúslega fallegur grænn litur. Þannig að þá get ég sett hann í þetta á eftir blessaðan drenginn. Og þá líka klárin upptalinn. En þetta var nú bara alveg vel að sig viki með hvað ég búin að vera busy með aðra hluti og að vera að gera annað. Þannig að ég er bara annað. Nú hérna, sé ég götuna að vera að lifna við, ég horfi út gluggann hérna fyrir aftan ykkur og maður að sjá nágranna að fara að staði vinnu og svona, þannig að augun flökta aðeins. Síðan það verkjavinnslu og bara best að byrja á þeirri sem að lengst komin og verður líklega næ ekki að sýna henni hérna í næsta þætti af því ég ætla að klára hana á morgun í síðasta lagi og Anna dóttir mín, mamma litlu barnanna, tveggja á þessa peysu og hún náttúrulega ætlar ekkert að vera, það engin miskunn þar, hún bíður ekkert í 2 vikur þannig til mamma getur tekið vídeoblogg af því að hún vill komast í peysuna núna. En það hún Isafold frá stroff.is áður Petite Knitting með þessum bólum sem að voru að gera með svona net crazy en þær það sem að peysan snýst og fyrir gigtveika held ég að þetta hljóta að vera killer að gera svona bólur af því það alveg slegið upp að prjónaður upp 8 lykkjur til þess að gera bólurnar á svona gróft gat og til þess að það verði sem fallegastar bólurnar og þá þarf maður að halda svolítið stíft í allt saman á meðan. En ég keypti bara garn hjá þeim, hérna Katja, Merino Aran, ótrúlega mjúkt og skemmtilegt en eins og með Merino, þú veist, ef maður prjónar svona laust þá hnökrar það og maður bara veit það er alveg sama hvort þú veist með gæðagarn eða ekki. Merino bara svo stutti þræðir eins og kasmír og ég man ekki hvort ég var búin að segja frá því að hérna ein vinkona mín, hún átti hérna peysu sem hún hafði keypt í svona fínni fatabúð og henni fannst hún og fyrir hún var rándýr og hérna hefði verið hægt að prjóna marga peysur fyrir peningin. Og hún var alveg brjáluð yfir því að hún hnökraði svo rosalega og ég lánaði henni glínerinn minn og í millitíðinni sem að ég lánaði henni glínerinn og hún skilar hann og svo þá ég búin að fá upplýsingar þetta með stuttu hárin í Merino og kasmír og öllu þessu og eftir sem það lausar prjóna þá hnökrar það en það hnökrar alltaf, þú bara kemst ekkert hjá því. Þannig að þetta fína fancy kasmír hnökraði eins og mófó þannig fyrst en svo notaði hann glínerinn og rakaði þetta alltaf og þetta búið að vera til friðs síðan en ef efnið prjónalaust þá verður alltaf eitthvað. Það bara svo fáar garntegundir sem þú ert algjörlega laus við í og þá helst bara að þú ert að prjóna þetta nokkurn veginn svona skothelt í þéttleika. Og þannig að ég ger bara ráð fyrir að það komi svolítið af bólum hérna á ermunum. Þetta 155 metrar í 100 grammunum og þetta Lane
Virgin Wool, 52% og 48% akríl. Og þessi fallegi litur er númer 85. Og hún valdi hann í verkið. Og ég ætla líka að gera á mig Ísafold bráðum. Þeir eru búin að jafna mig í puttunum eftir bólunar og þessum. En hún verður mikið ljósari. Það verður svona natúr liturinn á því. Allt í skipulega kaosinu hérna á sínum stað. Ég er með þennan hérna. Ekkert óaþekkur þessari. Þetta er bara litapalettan. Þetta er litur 300 í Meren og Aran Nature. En eins og ég segi, ég ætla að klára þessa og svo fara tvær aðrar Stephen West peysur á prjónana í viðbót þessar tvær sem ég er með. Og svo mætir mín. Og þá er það næsta uppfit og það er Malt Magic eftir hann Stephen West. Það er þessi hérna. Þetta er svarthvíti hjá mér. Tímdi ekki að splæsa í lit. Fyrst ég asnaðist þess að prenta uppskriftina út af hana borð. Og ég ætla að hafa hana þannig lagað einlita. Það verður bara 3 típur af garni í henni. Þess byrjuð á fyrsta bútnum. Og ég er í honum að nota leys frá Drops, bara svartan, 8903. Í gegnum alla peysuna. Þá verður leysið alltaf aðalbandið og aukabandið er, það er nú eiginlega frekar aðal fyrst mér, þetta sem að leysið er meira svona stuðningur. Það er Sandnes Garn Silk Mohair og það er svartur gæi sem er 10,99. Og svo ætla ég að nota handspunna olíubrákar garnið mitt á móti. Og ég ætla að velja svolítið bútana sem það fer í að því ég á bara 400 grömm af þessu. Og ætla ekki að panta meira og á eftir að spinna úr helmingnum og það er svolítið erfitt að spinna úr þessu. Þannig að ég ætla, þess vegna er ég með þetta hérna með á móti. Ég ætla að hafa það bara svona á með leysinu. En ég sá að það gengi aldrei. Og hérna, ég nefnilega á síðasta prjónahittingi í Reykjavík hjá Tjarnadísum sem hún Hafdís vinkona mín loksins dreif sig með mér í og við skemmtum okkur vel og gaman að fá hana þangað því að við erum að fara að taka mótið þessum konum núna á sunnudagi næsta, 5. maí. Segja ykkur betur frá því eftir. Að þar var ein sem hafði farið til Edinborgar og sá Malt Magic einlitt, bara svona ljóst og helgulegu litur og ég gat ekki hægt að hugsa þetta og þetta var sérst á skírdag sem að hittingurinn var þá og á laugardeginum þá vissi ég að snodra á rópin og dreif mér til að ná í leysið og byrjaði að nota leysið og hérna garnið sem ég spann saman fyrst í þennan bút og nei, ég tíma ekki að hafa þarna og rækti það upp og svo fórum við suður auktímanum páskana og þá dreif ég mig að hérna ná í Silk Mohairið í Hagkaup. Það var bara opið, þetta var á einhverjum þannig tíma sem við vorum í Reykjavík að það voru enga verslanir opnar eða neitt. Þannig að Hagkaup reddaði mér og reddaði restina af garninu í húuna líka þá í leiðinni. Þannig að þá er þessi komin að stað. Hún þarf reyndar að fara í hérna stærri poka en þessi var bara tómurinn í stofu þannig að það var allir hent í hann. En þetta fyrir sannlega bara í Ísafoldarpokan þegar að þessi er búin. Og hérna, og næsta uppfit er einmitt önnur Malt Magic úr, eins og ég kalla litunum mínum sem er bara litir sem ég valdi sérstaklega í það verkefni, helgulitir. Þannig að það verða 2 í gangi. Úps.
Ég þarf að laga þetta. Keypti, en það klofnaði ekki, en það var ekkert mála. Afsakið, laga þetta. Þannig ég er mjög spennt. Og er ég algjörum peysu Stephen West Ham þessa dagana. Af því að svo fitjaði ég upp á algjöru gorgeous dæmi. Ég hef sagt ykkur það að frá því að ég sá þessa peysu hjá Stephen í litlu prjónabúðinu og reyndi, eða íhugaði alvarlega að stela henni á honum, að þá hef ég ekki getað hætt að hugsa peysuna og mína palettu í henni. Og hér er Majestic Mountain með litum Helgu. Og ég elska hana. Ég hef aldrei verið svona lengi að gera berustykkisstafi samt. Þetta er mjög tímafrekt og maður þarf alveg að vera með hugan, sko maður byrjar á því að gera kragan og svo koma þessir angar út og síðan gerir maður aðra hliðina og er að festa þetta alltaf saman, sko, eða tekur upp lykkjurnar hérna og er að prjóna þetta svona með þessari tækni hans. Og þannig að það var margt nýtt þarna í þessari peysu en ekkert eitthvað geðveikt flókið. Og síðan er ég nýbúin að skipta fyrir ermunum, þannig að og er að fara að bruna niður búkinn. Hérna efst er bara alls konar. Það er Hedgehog Fibers, það er Vastnes, er svolítið mikið þarna drafnaliturinn hennar og það eru alls konar svona bara hinnur þessir ágangar, handlita gatn eftir mig. Og síðan hér í þar sem að fjöllin eru, þá er þessi bleiki fjöllin, það er Cascade Gard sem ég keypti í handprjón í Hafnarfirði í peysu á krakkana og þetta er afgangur úr því. Og síðan er ljósbleiki liturinn og fluffið. Ljósbleiki er La Biena í May og Mohair frá Sandnes, haldið saman. Ég vil náttúrulega ekki gera alveg eins og uppskriftin segir til en það er ekki oft sem ég gerir það heldur. Og ég á aðra hespu af þessu sport frá La Biena May, gatninu sem ég myndi taka með mér á eyðieyju, þennan grófleika. Ég hefði bara eina típu að velja og þetta heitir Peach Pom Pom liturinn. Ég hugsa svona Amy hafi í La Biena May hafi verið með mig í huga bara þegar hún gerði þennan lit. Það eru 325 metrar í 100 grömmunum og þetta er mjög svona frekar hár snúningur á þessu án þess samt að það poppi eitthvað svakalega svona. Það stingur mann ekki þó að sé svona mikil snúningur á þessu. Ég ætla að reyna að finna, já, hérna er ég með meira Mohair. Þetta er bara Silk Mohair frá Sandnes, litur 1012. Ég keypti eftir henni í rúmfattalagarnum, afgangurinn úr No Frills. Og sportið náttúrulega klárast í búkinn og þá ætla ég að nota hérna Stranded Dye Works með Mohairinu í ermarnar. Þetta er Nougat liturinn hennar og þetta er fingering grófleiki, þannig að það verður svona, en það verður aðeins önnur áferð á því, eða sérst það verður aðeins fínna heldur en það sem verður í búkinn held ég. En það gengur alveg. Ég ætla bara að passa mig þá að skilja eftir smá af La Biena May til þess að byrja ermarnar, til þess að marla aðeins inn þennan lit með Mohairinu. Eða sérst marla, blanda saman, svona gera eina umferð af La Biena May og eina Stranded. Þannig að ég er bara sjúklega ánægð og spennt yfir þessari peysu. Þetta er nýji íslensku fjallkonubúningurinn. Hvis ég nenni ekki sauma mér svoleiðis græju þá bara gerum við nýja útfærslu af fjallkonugallanum.
Og ég vissum að núna þegar ég fer að byrja á búknum, þegar ég búið með hana Ísafold þá á þetta eftir að fljúga áfram. Það er ekki alveg bara sléttprjón alveg niður úr, það er svona áferðarmunstur eins og hann er svo hrifinn af þessa dagana að gera. Þannig að það þú veist, krefst aðeins athygli en ekki eitthvað þannig að maður þurfi að vera stöðugt að rýna í uppskriftina. Og síðan verður hérna frágangsenda partí við tækifæri. Mér finnst voða gott að hvíla stundum puttana og fara í að ganga frá endum og það er svo sannarlega nóg af þeim hérna. Kannski ger ég bara fasta fléttu í þetta eins og í hérna Maldmania sjalið hans sem að gera fasta fléttu í. En nei, ég ætla að ganga vel frá þessu af því það skiptir svolítið máli upp á að hérna, þessi toppar verði lítið vel út á réttunni. Þannig að ég mun gera það til þess að tryggja að það sé ekki eitthvað laust gapandi op þarna. Þannig að ég er alveg vandræðilega spennt yfir þessari peysu og það er svo gaman þegar maður er búin að vera að hugsa lengi eitthvað, en samt er ég náttúrulega ekki það. Ég sá hann í byrjun janúar og það er svo gaman að vera að vinna í eitthvað sem mann er búin að langa lengi til þess að gera og getur svona ekki hægt að hugsa það. Þá veit maður að þetta er eitthvað sem maður vill. Og síðan er það, síðast en ekki síst, þá er það hérna bílaprjóni, það eru sokkar og ég er eiginlega búin að ákveða það hérna meðri umferð að ég ætla bara að prjóna þessa þangað til að þessi litur er bara búinn, gera bara langan lengi úr þessu og setja þá bara stroff eins og venjulega efst og skilja þá síðan að og gera 2 pör bara úr þessu. Þannig að verða svona, leggurum verður í lægri kantinum en það er alltaf leið, en ég hugsa að þetta er bara mjög þægilegt svona bílaprjón og prjónafestan er alveg fáránlega misjöfn hérna í þessu en það jafna sig bara, það er alltaf leið þau eru búið að þú þetta. En það er bara einfaldlega að maður er bara, já ég veit ekki hvað það er, stundum er náttúrulega ekki þægilegt að vera kannski að prjóna í bíl og þá tekur maður fastar í og eitthvað svona en að leggja frá þessu prjónuna, nei. Og ég er búin að setja svolítið og maður minn er byrjaður í kajaksbrasinu og ég fer með honum ef hann er að fara einn til þess að bara fylgjast með honum og sitja út í bíl og prjóna og það er bara æði, ekkert að trufla mann, ekkert að standa upp til þess að fara að elda eða setja þvottavél eða eitthvað. Og ég kíki bara annars lagið á hann og ég kíki nú svona á hvort það sé ekki alltaf lagi. Og þá hef ég mikið verið að prjóna í þessu en svo núna er það búið að vera Ísafold af því að hún er bara það einföld eftir að þú ert búið með berstykki að það er mjög þægilegt að vera að prjóna það svona sitja inn í bíl og hlusta góða hljóðbók og eða bara nátt en svona á ferð þá er það þessi sokkar sem að hafa mest verið gripið í. Á döfinni og önnur verkivinnslu hefur ekkert gerst eitthvað rosa mikið hjá mér þannig ég var ekkert að vesenast eða sýna ykkur það. Nú er þetta bögga mig alveg óendanlega þessi þráðurinn sem dróst til. Þannig að ég sýna ykkur það bara þegar það kom eitthvað meira að sjá þar. Ég er að gera þarna eitt sjal eftir Stephen West, þannig að Slumber Brios sjalið og vettlinga frá henni Guðlaugu og svona ég er að setja einu og eina umferð þannig að það er ekkert eitthvað að sjá og svo er ég að vinna í svona í verkefni fyrir Stephen ég má ekki sýna ykkur þannig að það er svona ýmislegt í gangi en þegar ég búið með Ísafold þá ætlar Mald Magic 2
eða Enchanted Mesa að hoppa prjóna. Ég hugsa að vera Enchanted Mesa, það verður gott að vera komin aðeins af stað með Malt Magic 1 svo ég sé ekki alltaf að gera sama hlutin í báðum peysunum. Að ég verður komin á hlut 2 í fyrri peysunni þegar ég byrja á peysu númer 2. Og svo það, já, Enchanted Mesa og Felix og síðan ætla ég að gera hérna amma alveg klikkaði rosalega núna og klikkaði á sem sagt sumargjöfunum handa barnabörnunum eða bara ég hafði ekki tíma í það. Þannig að ég er búin að fá mér uppskriftina af því að sko þau eru öll duglega að nota þessa hálskraga og húfur sem ég gefi þeim. Þannig að ég var bara tilvalið að gera á þau öll svona. Himmasett verður svona með eyrum og ermum en hjá Erni og Hrafntinnu verður ekkert svoleiðis. Og mér líst svo óbúslega vel á hann að kraga. Mjög spennt að prófa hann. Og þetta er ægirhúfa frá Knillax, þeim frábæru konum. Ég hlakka mjög mikið til þess að gera þetta sett og ætla að nota dropsmerun og extra fæna því að ég á það til og bara svolítið í þessum að nota það sem ég á hann. Annar strákurinn fær litin 08, sennilega Hilmir sem svona brún, það svona brún undirtónn í gráa litnum. Hann ekki eins grár og þessi grái, það pínu dekkra í hann. Þetta er 05, sem ég nota alveg óbúslega mikið í flíkur á þau og Hrafntinna fær svo hérna númer 30. Skvísan. Þannig að þetta fer á prjónana líka. 3 sett, en það, ég hugsa þegar maður búin að gera 1 sett þá. Afsakið, þá það nú þokkalega fljót gert. Og svo það Felix líka, það hérna gatni í Barbapapa pókanum sem ég keypti í freistingasjópunni á Selfossi. Og ég var í síðasta þætti að veltaði fyrir mér hvora típuna, eða hvað ég ætti að gera, hvort ég ætti að gera Felix eða hvað heitir það nú? Já. Nei, ég ætla ekki að gera Felix, ég ætla að gera eftir, ég var að spá að gera Felix peysuna, en ég ætla að gera eftir Tin Can Knits, sem með svona garðaprjónsdíteli eftir erminni, fríuskrift einmynda og ræfi. Og það var Linda sem hvatti mig, Linda sem með Hip Hip Barba Knits, hún hvatti mig til þess að gera þessa Tin Can Knits típu af því að og halda áfrinni. Ég var þá að pæli að gera hann bara slétta og mér langaði frekar að gera þá útfærslu heldur en Felix af því að ermarnar eru meira aðsniðnar á Tin Can Knits peysunni. Umhvilt að vel alltaf að segja bara Tin Can Knits og muna ekkert hvað hann heitir. Skulum bara reyna að finna út úr því. Ég er búin að gera svona peysu og þannig að gatni fái að njóta sín líka með áferð, ekki bara með sléttuprjóni. Sjá, okkur finn ég ekki. Já, Flex heitir hún. Og þetta er alveg frábær svona fyrstu prjónspeysa því að hún gefin upp fyrir alveg bara frá börnum og upp í mjög stóra fullorðna. Hún gefin upp fyrir alls konar grófleika af gatni og bara rosalega skemmtileg fyrsta peysa og að vera með þetta garðaprjóns detail náttúrulega bara svona til þess að
að þú sért að spreita á einhverju meiru heldur en bara mjög plain looki. Og ég held ég fari bara að ráðum hennar Lindu vinkonu minnar og geri þetta. Þá fæ ég ermarnar á peysuna sem ég vil hafa og eftir að hafa hort á gatnið og hugsað þá held ég að verði rosa fallegt að hafa svona þannig að það sjáist. Ég held að manni sjást svo vel að manni poppa svo vel garðabrjóðin. Þetta er Metallo frá Fildar, litur 117. Þannig að það fyrir að fara á döfina, á prjónana. Ég get svarað það. Ég bara fyrirgefi mér hérna hvað ég grilluð. Ég fæ nýleif á morgun. Ég var góð næst. Síðan keypti ég ekkert annað heldur en leysið og auka gatnið þarna í Lestia Smooths húfuna. En síðan fékk ég þessa fallegu gjöf á föstudaginn frá prjónasystur og vinkonu. Bara svona af því bara gjöf. Spin right round. Súbuvós merino 80 og 20% nylon. Pistachio Seahorse heitir liturinn. Svona fölgrænn. Svona örlitlum freknum á sér. Þetta fer í eitthvað fallegt verkefni hjá mér með tíð og tíma. Þannig ég var bara alveg ótrúlega hamingjusöm með þetta. Töskurnar, það er bara, þú veist, að detti það að vera teljandi á, það er reyndar ennþá teljandi á innan við báðum þessum, en því þeim fyrir óðum fækkandi. Og ég er ekkert að stressa mig í að fara að gera eitthvað meira í bili. Ég er með svo mörg önnur járn í eldinum í augnablikinu. En ég ætla að vera með á gattgöngunni í haust aftur á sama stað og síðast og hlakka rosalega til. Ég var reyndar í sömu prjónabúðu síðast en ekki sama stað. Það er búin að færa sig aðeins til í húsinu. Þarna í handverkskunst. Þannig að ég hlakka rosalega til að vera með þeim aftur og hérna, já. Þannig ég sendi kannski eitthvað svona fyrir mig í allar hinnar búðirnar bara á hérna með vídeo fyrir mig að sjá hvað er og svona svo af því það er náttúrulega, það eru kostur og gallar að standa á sama stað allan daginn en þetta er bara of skemmtilegt til þess að gera það ekki fyrst maður er komin á bragðið. Ravelli í hópurinn, ég ætla alltaf eitthvað að minnast á hann. Hann er náttúrulega bara hann inn á Ravelli og ekkert að frétta það er bara eins og það er þegar maður sinnir því ekki og er ekki að hvetja fólk til þess að nota hópinn þá er ekkert mikið að vera þar og ég er algjörlega andlaus með eitthvað samprjón og eitthvað svona þannig að ef það er eitthvað sem ykkur langar að gera og þá bara segi ég til mig það. Ég er alveg opin fyrir öllu en ég er rosalega eitthvað svona já, ég er náttúrulega mjög upptekinn af ákveðnum hönnu þessa dagana og Stífan Vest þannig að ég gæti alveg verið með eitthvað svona samprjónu samband við það. En já, ef þið eru með eitthvað hugmyndir þá bara endilega skjótið á kellu. Nú svo talaði ég það við ykkur síðast að ég datt í eða kynntist prjónavélum hjá vinkonu minni í Grímsnesinu og féll aðeins fyrir því og þurfti náttúrulega aðeins að fara að pota í það og í síðustu viku hafði sambandið með kona sem var með eldgamla vél, prjónavél, eitthvað sem er svona ekki hefðbundið eins og maður er vanur að sjá og leyfði mér að fá hana. Ég bara næ ekki upp í það ennþá. Ég reyndar get ekki nota hana eins og það vantar svona svolítið mikilvægan hlut í. Afsakið þetta var eitthvað app sem bara köttaði á mig í símanum. En já, ég var að tala sérst að það var ein
ein yndisleg kona sem að horfði á þennan þátt og bauð mér þessa þessa gömlu vél og mér vantar sem sagt svona stykki í hana til þess að hún sem sagt prjóni. Mér minnir að típan heitir Knittax og þetta er þýskt stál, þýsk framleiðsla og svona örugglega þetta svona upp þegar að konur voru að fá sér prjónavélar í heimahús þá ímynda ég mér að þetta hafi verið svona upphafsvélarnar, bara mjög einfaldar. Og samt hægt að gera ótrúlega hluti á því og ég er búin að koma mér í nokkra Facebook-grúpur sem að ég fann sem eru sérstaklega fyrir þessa típu af vélum. Þær eru á þýsku og dönsku þannig að ég er í Google Translate og fer að fara að færa mig upp á skaftið til þess að setja inn fyrirspurn þar hvar ég þarf að vita hvað stykki heitir til þess að geta leitað bara almennt af því. Það kemur hvergi fram í leiðbeiningabæklingnum hvað það heitir og hérna það bara mynd af því þannig ég veit hvernig það lítur út. En mér vantar að vita hvað það heitir á þýsku til þess að geta leitað að því og athuga hvort ég fái þennan varahlut. Af því að öðru leyti er hún bara í ótrúlega góðu formi. Síðan var ég náttúrulega bara að leita almennt að prjónavélum sjálf og er að vesnast inn á Facebook og setja í leitina prjónavél og þá poppar upp auglýsing að það sé kona hér á Akranesi sem er að auglýsa inn á sölusíðu sem að tilheyri Skaganum er að auglýsa þar prjónavél eða prjónavélar. Þetta var gömur auglýsing og sagði ekki mikið og ég þekki til þessara konu og sendi henni skilaboð og hún var erlendis en við mæltum okkur mót þegar hún kom heim og ég kom heim með 3 prjónavélar fyrir slikk. Önnur þeirra, ein af þeim er í þannig ástandi að ég get vel notað hana og fuktað og eftir mig á henni er að bíða eftir svona varahlutum í þar allar til þess að gera þær vel notaðar þannig að prjónaleysi verði fallegt úr þeim. Og og þetta er 2 prjónavélar sem ég fekk og þær eru með sömu taka sama grófleika, svona fingering eða frá leys og upp í svona létt sport grófleika og það eru 2 þannig en svo er hægt að gera alls konar munstur og dótari og önnur er aðeins svona tæknilegar en hinn. Og síðan þriðja vélin er græja sem maður hengir framan á aðra hvora vélina til þess að gera stroff. Þannig að maður þurfi ekki að gera það svona semi-handvirkt. Þannig að ég er búin að vera að leika mér aðeins í þessu að þrífa þær og svona yfirfara eins og maður getur gert sjálfur og þetta er nú einlega allt þannig gert að maður getur svolítið hlúða að þeim sjálfur. Það er ekkert þannig að sem að ég þarf að leita mér einhverjar aðstofar með hjá einhverjum sérfræðingi. Og ég er á námskeiði hjá Blueprint eða gamla Crafts síðunni þess að læra á vélina og svona, já, hvernig maður á að fella á og gera styttar umferðir og bladi bla. Og er svona eitt sýnishorn, þetta er bara handlitað gafna eitthvað sem ég átti eftir sjálf á mig og þar sem að ég náttúrulega nota sjálf ekki blátt að þá fannst mér tilvalið að nota þetta í svona æfingarstykki. Og kemur á daginn að það er léleg nál í bekknum sem ég þarf að skipta ég er að bíða eftir nálunum. Og er svona Baby Dale sem að ég var að fikta með grófleikan líka í. Þannig að þetta er svona eitt fikti en eins og ég segi, ég er ekkert rosa mikið í því af því að mig langar að bíða svolítið eftir því að fá þar í gott stand áður en ég fer í eitthvað svona að gera eitthvað stóra hluti. Þannig að það er eitt af því sem hefur verið að taka aðeins tíman frá mér, en bara mjög gaman. Nú
Síðan inn á Tjarnardísarhópnum, þar ég með viðburð sem verður hérna á Akranesi 5. maí. Það takmarkað pláss, en það einhver pláss eftir. Ég loka á þetta þegar við erum orðin 40 af því að aðstæðan sem við höfum bara býður ekki upp á pláss fyrir fleiri. Þannig að við verðum inn í gallerí Snotru, prjónabúðinu okkar hérna á Akranesi, að prjóna saman, en byrjum á því að borða saman í gamla kaffilaginu klukkan 12 sem við hliðina á gallerí Snotru. Það eitt hús á milli þeirra og þar ætlar hópurinn að hittast og fá sér súpu og kaffi og eitthvað kósí og koma okkur í gýrin þar, og síðan töltum við yfir í gallerí Snotru þar sem ég og Hafdís vinkonum mín ætlum að taka á móti þeim sem koma og eyða með ykkur nokkrum góðum klukkutímum þar. Og ég ætla að vera búin að kanna hvort að Leirbakaríið sem þarna rétt hjá verði ekki opið, þannig að þær sem að vilja geti farið og reykið mér við þangað. En þessi kaffibolli ekki þaðan, en þar eru til alveg grilljón óbúslega flottir kaffibollar og alls konar, bara allt mögulegt sem hún gerir með leir. Og þetta kallað Leirbakaríið af því þetta í húsið þar sem að aðalbakaríið hérna á Akranesi var staðsett í áður, en það flutti nýlega í stórt og nýtt húsnæði. Þannig að já, svona ef fólk vill standa upp og fara aðeins og fá sér frískt loft, þá gaman að kíkja þangað. Þannig að það allt á fullu. Síðan prjónabíó 27. maí í Bíó Paradís. Stella í Ollói. Sunnudagskvöldi, hlakka ógeðslega til. Ég stefna á að fara á það líka. Og það margar að spá í hvernig það sé að prjóna, í bíó, en ég ímynda mér að þetta prjónabíó að það verði pínu lýsing í salnum, ekkert eitthvað mikið en eitthvað aðeins. En svo hafa aðra hreinlega sagt bara að það ætla ekki að prjóna heldur að njóta þess að horfa á myndina á stóru tjaldi, ekki í sjónvarpinu heima og grenja svolítið úr hlátri yfir þessari stórgóðu mynd. Og þetta verður ábyggilega mjög skemmtilegu viðburður, gaman að vera innan sína líka í bíó, og þetta eina leiðin fyrir mig til þess að horfa á sjónvarp og fara í bíó almennt yfir höfuð. Ég verð að hafa prjónin í höndunum af því annars sofna ég bara. Athyglisbrestur minn þannig að ef það ekkert að gerast hér, þá bara slokknar öllu hér. Þá fer bara hugurinn eitthvað allt annað og ég bara dett út á no time. Þannig og þess vegna ég líka, ef ég eins og í bílnum ein að passa veiðimanni minn, að þá verð ég að hafa hljóðbók, af því að ég get eiginlega heldur ekki gert neitt í þögn. Það þarf alltaf að vera eitthvað til þess að trufla brjálaðið inni. Þannig að já, þannig að það margt spennandi framundan og það Rósa Þorleifs og hann Pétur sem að ég kynntist fyrst sem söngvara en að fylgjast með hann núna sem prjónara sem að standa að þeim viðburði. Og ef ég fyrir aftur tilbaka að prjónaviðburðinum á Akranesi, að þá ef það verður ekki búið að fylla upp í þessa 40 fyrir 2. maí, þá loka ég á skráningu 2. maí, því ég þarf að láta vita á veitingahúsið hvað við verðum mörg, og við vorum bara mjög heppin að það stór veisla á sama tíma í veislusalnum sem sagt á veitingahúsinu, og við verðum fram bara í þessum þessum hefðbundna veitingasal. Venjulega ekki opið hjá þeim í hádeginu og sunnudögum, en að þeir eru með stóran viðburð og veislu í gangi, að þá muna þeim ekkert að snara í súpu og í nokkrar geggjaða prjónara. Þannig að það verður bara gaman og þeim hlakka til að taka á móti okkur líka. En ég vona að þessi upptaka hafi tekist. Það var alls konar vesinn með upp- og vekjaraklukkur og áminningar. Svo kom einhver melding minnið, en mér sýnist það nú alveg vera að gera sig. Hún hefur þá bara stytt vídeo, eða kvætta á vídeoði sjálf og byrja strax að taka upp aftur.
Já, ég held að ég hef ekkert neitt meira að segja í dag en að ég mæli með þessari prjónuðu peysu. Nú er ég búin að vera í henni hérna í tæpan, eða í klukktíma, nei, næstu í 2, ég náttúrulega svolítið síðan ég fór á fætur. Búin að vera í þessari peysu, ég lengdi reyndar aðeins ermarnar á henni, en eins og á henni þá eru þær, sko hún er örugglega í hérna stærri peysu á myndunum en hún ætti að vera í miðað við málin sem eru gefin upp. En þetta er mjög þægileg, annarkvort þarf þetta að stoppa hérna, þetta hefði mátt stoppa kannski aðeins fyrir, ég sé að þetta böglast aðeins í olnbogabótinni. En hérna, annarkvort þarf þetta að fara yfir olnbogann eða vera aðeins fyrir ofan hann. En ég er bara mjög ánægð með hana. Og hérna, ánægð að geta tjekkað peysuna af peysulistanum. Nú fer ég að gera það. Nú fer þeim að fara að fækka þessum sem voru komnar á to-do-listan. Og ég er svona forðast að svolítið að fara inn á Ravelry og fá nýjar hugmyndir í augnablikinu. Mér langar nefnilega svo að vera að gera þetta sem mér búið að langa svo lengi til þess að vera að gera. Þannig að ég er svona, en af því að ég er svo mikil kráka, sko, þú veist, er svo duglega að glepjast að öðrum fallegum uppskriftum. En maður hefur bara takmarkaðan tíma og þegar að hobbíin aukast, áhugamálin verða fleiri heldur en tími leyfir, að þá þarf maður aðeins að vera svolítið agaður við sjálfan sig hvað það varðar. En bara, ég sé ykkur örugglega eftir 2 vikur og þakka bara innilega fyrir í dag og ég bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk fyrir og bless bless.